Við kynnum stærri og betri verslun á sama stað. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Númer 4 á vellinum númer 1 í hjörtum landsmanna. Gazellen glaðbeita Aron Pálmason. Það komið það styttist í fyrsta leik. Hvernig er staða? Hún nú bara svona ágæt sko, gæti verið betri. Við erum með ákveðna óvissu, þetta Björgun með hita, var veikur í nótt og liggur nú bara fyrir núna og í einangrun. Við byrjum að fara á að kalla Aron Rafn Eðvarsson hingað út í snarhasti vegna þess að þetta vitum við ekki hversu hann fljótur að hrista þetta af sér. Vonandi verður þetta orðið bara búið á morgun og hann spila leikinn og allt það. Einhver flensu skrafti bara? Já, einhver hiti allavega. Hvað með svona stöðuna, það eru kannski tveir menn sem að hafa verið svolítið í umræðinu vegna smávægilegra meiðsla, Alexander og Ingimundur, hvernig er staðan á þeim? Ingimundur verður testaður rækilega eftir og verður látið á það að reyna hvernig hann er. Ég vona bara að það verði í lagi og Alexander er orðin eins góður og hann verður sko. Já, það þarf nánast að skrúa af honum öxlina til þess að hann gefi eitthvað eftir? Já, hann er harður af sér og það er dagur á milli leikja, hann verður bara bítur á jaxlinn bara. Hvernig hefur þessi tilfinningin fyrir þessu verið þennan tíma sem komin er? Bæði góð og kannski svona, já, í heildina bara yfir nokkuð góð sko, með allt og allt, þannig að þá erum við bara alveg bærilega sáttir sko, en það auðvitað bara, kemur í ljósi í leikjónum núna, hvernig við stöndum raunverulega og þetta byrjar náttúrulega á einu besta landsliði heims, Króatum, sem auðvitað líklega þrejum bestu liðum í heimi, þannig að það verður svona á brattan að sækja, en það aldrei að vita nema við getum strítt þeim verulega og auðvitað stefnum við á það. Þeir eru byrjaðir á sínum sálfræðitíktúrum svona rétt fyrir mót, leikandi fréttum að Balic sé meiddur og svo framvegis. Hlustar eitthvað á þetta? Nei, þeir eru búin að leika þetta svo ofta áður að maður er eiginlega ónæmi fyrir þessu og við erum eiginlega ekkert að velta okkur upp í því hvort hann er með eða ekki, það skiptir í lengur sko. Þetta er þetta frábær leikmaður alltaf, en ég meina við vitum bara ekki hvort þetta er satt eða ekki og einbyttum okkur fyrst og síðast að undirbúa okkur og okkar lið fyrir okkar þætti, hvað við ætlum að gera varnarlega og sóknarlega og það er það sem mestu máli skiptir núna. Menn tala stundum að fyrsti leikur á stórmóti sé mikilvægur. Er hægt að ná einhvern veginn utan það? Leggur mikla áherslu á Króataleikinn? Já, við leggjum áherslu á alla leiki og ekkert meiri áherslu á Króatana en aðra. Og fyrsti leikurinn að mínum mati mikilvægur, en hann er ekki mikilvægur heldur en aðri leikir í riðlinum. Þannig að það er bara jafn mikilvægur leikur og allir aðrir. Það er rétt rúmur sólarhringur leik. Hvernig líður er bjartsýni og vellíðan? Ég veit sko þið leggir svo gríðarlega á ykkur í þessum undirbúningi. Ég myndi nú ekki segja að sko mér líður eitthvað sérstaklega vel sko, en mér líður heldur ekki illa. Við erum bara svona á tánum, við erum svona nett stressaðir. Það er bara eðlilegt, þannig eigum við að líka vera. Við erum að vera á tánum og svona. En auðvitað er fullir eftirvæntingar líka, það er ákveðið forréttindi að fá að taka þátt í stórkeppni og auðvitað lítum við þannig á það. Þannig þetta er ekki bara kvöð og eitthvað slíkt sko, alls ekki, það er gaman að þessu. En auðvitað við erum mjög einbeittir allir og erum að fara yfir þetta í huganum hvernig við getum undirbúið okkur sem best og við sem ekki gleyma neinu, sem ég held að séu litla líkur á reyndar. Það verða allir klárir í bátana annað kvöld? Já, við skulum bara vona það og stefnum á það. Gangi vel. Takk.